Árið 1584 kom fyrsta heildarútgáfa Biblíunnar út á íslensku, svo nefnd Guðbrandsbiblía, og var hún prentuð á Hólum. Áætlað er að á þessum tíma hafi búið hér á landi 60.000 manns. Tungumál þessarar örþjóðar hér norður á hjara veraldar var hið 17. af öllum tungumálum veraldar sem fékk þýðingu á Biblíunni allri. Og ég staðhæfi að útgáfa Guðbrandsbiblíu sé einhver merkasti atburður gjörvallar Íslandssögunnar. Maðurinn nefndur Ebenezer Henderson, skoskur að uppruna. Árið 1805 vígðist hann 21 árs gamall til kristniboðs á Indlandi og sama ár fór hann til Kaupmannahafnar ásamt vini sínum og samstarfsmanni John Patterson í vonum að fá far þaðan til Tankebar, nýlendu Dana á austurströnd Indlands. En sú von brást. Þeir félagar hófu þess í stað heimatrúboðsstarf í Danmörku og í Svíþjóð. Í upphafi árs 1806 fengu þeir bréf frá söfnuði sínum í Skotlandi þess eðlis að ráðlegast væri að hætta við trúboð á Indlandi. Í stað þess skyldu þeir halda áfram starfi sínu í Danmörku og Svíþjóð. Síðar þetta sama ár kynntust þeir Íslendingnum Grími Thorkelín, ríkisskjalaverði í Kaupmannahöfn og kynnti hann Ísland og Íslendinga fyrir þeim félögum. Grímur skrifaði á ósk þeirra bréf á ensku með frásögn á landið og þjóð sem þeir sendu vinum sínum í Skotlandi og vakti það mikla athygli. Árið eftir var þessi Íslandskynning Gríms birt í ársriti hins breska og erlenda biblíufélags. Var bréfið tekið fyrir einnig á stjórnarfundi félagsins og þar var samþykkt að félagið skyldi stuðla að nýrri útgáfu Nýja testamentisins á íslensku og sömuleiðis var samþykkt að leggja fram fé til undirbúnings prentunar allrar biblíunnar. Sú biblía kom út í árslok 1813 og var sú biblía sem Ebenezer Henderson hafði með sér. Upplag biblíunnar var 5.000 eintök og hér var að ræða svokallaða Þorláksbiblíu sem Þorlákur biskup Skúlason dóttursson Guðbrands Þorlákssonar hafði gefið út og var að mestu endurútgáfa Guðbrandsbiblíu. Henderson og samstarfsmaður hans höfðu skrifað hinu breska og erlenda biblíufélagi og lagt til að maður yrði sendur með bókunum til Íslands til þess að sjá dreifingu þeirra. Þessu var vel tekið og bauðst Ebenezer Henderson til fararinnar. Hann lagði af stað til Íslands 5. júlí 1814. Allt vorið hafði verið unnið að því að koma bókunum til Íslands. Kaupmenn höfðu tekið að sér að flytja bækurnar endurgjaldslaust til 7 hafna, en þar áttu bækurnar að bíða Hendersons. Auk þess hafði hann sjálfur með sér nokkurt upplag. Samanlagt var hér að ræða 3.300 eintök af biblíunni og 5.800 eintök af Nýja testamentinu. Á þessum tíma var mikill skortur á biblíum og Nýja testamentum í landinu og voru jafnvel dæmi þess að prestar ættu ekki biblíu. Henderson dvaldi hér á landi hálft annað ár og fór ríðandi 3 ferðir landið þvert og endilangt og á þessum ferðum sínum gerði hann sér farum að hitta að máli sem flesta prófasta, auk þess með átti fund með fjölmörgum prestum og gaf sig á tal við alþýðumanna. Auk þess að selja biblíur og Nýja testamenti þeim sem gátu greitt, gaf hann mörgum sem ekki höfðu ráð á að greiða fyrir. Það var svo sunnudaginn 10. júní 1815 að prestastefna var sett með guðsþjónustu í Dómkirkjunni í Reykjavík og var Henderson boðið að vera viðstaddur fund stefnunnar síðdegis og þar var samþykkt einróma að stofna skyldi Íslands biblíufélag. Hið breska og erlenda biblíufélag lagði í stofnsjóð og konungur hét árlegum styrk til starfsins. Framan af var félagið eingöngu ætlað prestum en árið 1945 var samþykkt að leikmönnum yrði gefinn kostur á að ganga í félagið og það er vert að geta þess að félagið er þverkirkjulegt, það er að meðlimir allra kristinna trúfélaga geta gerst félagar. Lengst af hafði hið íslenska biblíufélag ekkert aðsetur sem slíkt. Þegar leið að 150 ára afmæli félagsins vaknaði áhugi stjórnar þess
með Sigurbjörn Einarsson biskup og Hermann Þorsteinsson formann sóknarnefndar Hallgrímskirkju í fararbroddi að koma upp aðstöðu fyrir félagið. Og þetta var til þess að Guðbrandsstofa var opnuð í Hallgrímskirkju 29. apríl 1967. Ólafur Ólafsson kristniboði var starfsmaður félagsins sem sjálfboðaliði og reyndist ötull talsmaður þess og safnaði fjölda nýrra félaga. Árið 1947 gerðist hið Íslenska Biblíufélag aðili að samtökunum United Bible Societies og hefur tekið virkan þátt í starfi þeirra síðan. Það hefur styrkt á eigin vegum biblíustarf og biblíuþýðingar, til dæmis í Kína og var það gert til heiðurs Ólafi Ólafssyni, og í Eþíópíu þar sem íslenskir kristniboðar hafa starfað. Með stofnun hins Íslenska Biblíufélags færðist útgáfan að fullu inn í landið og þegar var hafist handa við að vinna að nýrri þýðingu. Nýja testamentið kom út árið 1827 og Biblían í heild sinni 1841. Það er Viðari Biblía. Árið 1887 sótti hið Íslenska Biblíufélag styrk frá breska félaginu til nýrrar þýðingar. Það verk hófst þó ekki fyrr en 10 árum síðar og kom sú þýðing út 1908. Þegar kom fram á 7. áratug 20. aldar var ákveðið að hefjast handa við nýja þýðingu Biblíunnar. Það þótti þó aðkallandi að ný Biblía kæmi út sem fyrst og var því að sinni látið nægja að þýða Guðspjöllun og Postulasöguna og endurskoða þýðingu bréfanna í Nýja testamentinu og Gamla testamentið. 10. útgáfa Biblíunnar á íslensku kom síðan út árið 1981. Árið 1990 var undirritað samstarfssamningur milli hins Íslenska Biblíufélags og Guðfræðistofnunar að ljúka nýrri þýðingu Biblíunnar. Aðalþýðandi Gamla testamentisins var ráðinn dr. Sigurður Steingrímsson og aðalþýðandi Nýja testamentisins Jón Sveinbjörnsson prófessor. Skipaðar voru þýðinganefndir fara skyldi yfir þýðinguna í samvinnu við þýðendur. Og eins og getið hefur verið þegar, þá kom Biblía 21. aldar út árið 2007. En stór spurning lifir með okkur öllum: hvað ber framtíðin í skauti sínu?